Stjörnunar og HK. Við byrjum á að vinna fyrirliða og þjálfara, byrjum á liði Stjörnunar, númer 9, fyrirliðin Rósa Dögg Ægisdóttir. Þjálfari Michael Pelletier. Fyrirliði HK, númer 10, Fríða Sigurðardóttir. Þjálfari Emil Gunnarsson. Börja bara. Já. Já, komið sælir kæru áhorfendur. Aftur nefnir þið hafa verið að koma að skjánum núna. Þá var rétt í þessu að ljúka leik Aftureldingar og Þróttar Neskaupstað sem að endaði 3-0 fyrir Aftureldingu. Þannig að það var ljóst að Afturelding spilir henni til úrslita á sunnudaginn í Kjörís-bikarnum. En núna er að hefjast leikur HK og Stjörnunar. Við erum að kynna lið Stjörnunar til leiks. Það er Dýrleif Hanna Sigurðardóttir nr. 2, Nicole Hanna nr. 5, Ásthildur Gunnarsdóttir nr. 7, Rósa Dögg Ægisdóttir nr. 9, fyrirliðin Erla Rán Eiríksdóttir nr. 14, Heiðrún Ómarsdóttir nr. 15, Sóley Berg Frelsingi í þessum leik. Þá er að leika HK, Hjördís Eiríksdóttir nr. 2, Birta Björnsdóttir nr. 8, Laufey Björk Sigmundsdóttir nr. 9, fyrirliðin Fríða Sigurðardóttir nr. 10, Elisabeth Einarsdóttir nr. 12, Hanna María Friðriksdóttir nr. 13, Frelsingin verður Steinunn Helga Björgvinsdóttir. En ég heiti Sunna Þrastardóttir og með mér núna er Erla Bjarni Jónsdóttir eins og áðan og við ætlum að lýsa þessum leikjarna í dag. Erla, hvað segirðu? Hvað eru að fara að sjá? Ég held að HK verði með smá yfirburði í þessum leik en ég vona Stjarnan berjist. Já, HK liðið er ósigrað í deildinni í ár og þær vilja væntanlega ekki fara að tapa núna. Tryggðu sér núna á dögunum deildarmeistaratitilinn í Mísúna-deildinni. Já, ég trúi því að þær séu að stefna á þrennuna. Já. Óvanalegt hérna að sjá hjá Stjörnunni að líberóin sem hefur spilað mest í vetur og hún er ekki einu svona í hóp í dag. Nei. Það er Sóley Berg sem að spilar stöðu frelsingja hjá Stjörnunni. Annars sýnist mér nú lið HK vera svona frekar, hvað maður að segja, og breytt frá fyrir leikjum. Já, ekki mikið sem kemur á óvart þar. Það er bara alltaf ekkert að slaka á og stilla upp sínu sterkasta liði. Og Birta Björnsdóttir fyrstu uppgjöfina. Svolítið þarf að rekka þessum yfir. Er þetta eitthvað stress hérna í byrjun? Já. Fín blokk. Birta, Laufey og Stjarnan á fyrsta stig í þessum leik. Sýndist þetta að vera Dýrleif Hanna frekar en Erla Rán. En Erla Rán er
að ég held alveg örugglega blokkar meistari. Allavega að berjast titilinn. Já. Ef hún það ekki. Já. Það getur verið erfitt að komast fram hjá Erlu Rán. Ásthildur Gunnarsdóttir í uppgjöf. Góð uppgjöf hjá henni. Hjörki setur þennan smá misskilningu þarna kannski á milli. Milli Ásthildar og Sóleyjar. Já, takk. Það er Hjördís Eiríksdóttir með góð uppgjöf. Erla Rán. Þessi sitt sem ég var að leiðin út. Og Elisabeth. Þær vilja bara skora sín stig sjálfar. Já, já. Ég lauma þarna. Sér þetta beint í minni. Dýrleif Hanna í uppgjöf. Þessi er úti. Það var ekki smá stress svona fyrstu stigin í báðum liðum. Þetta mikilvægur leikur og mikið í húfi hérna. Það er hrist þetta af sér núna í fyrstu hreinu vonandi. Það var það Hanna í uppgjöf, hún er með erfiðar uppgjafir. Það er eins og að við sjá svona svolítið öðruvísi uppgjafa stíl en maður er vanur. Já. Við spilum það á Birtu. Erla Rán. Sóley setur þannig yfir. Fín vörn hjá Ásthildi. Og Nicole setur þannig í netið. María aftur í uppgjöf, HK yfir 4-2. Þess er úti. Þriðja uppgjöfin sem að klúrast hérna í dag. Greinilega eitthvað heitt í húsinu. Já. Það er Erla Rán. Og fjórða uppgjöfin. Þetta verður svona uppgjafaleikur. Það er 5. uppgjöfin. Kannski líka aðeins að finna sig bara á gólfinu. Já. Það er sjaldan sem þetta gólf er tekið fram. Bara á svona hátíðardögum eins og í dag. Ákveðlega. Fín móttaka á steinunni. Fríða kemur þarna fyrir aftan. Og klárar þetta. Þá fer Elisabeth Einarsdóttir í uppgjöf. Hún setur hann inn á. Fín móttaka hjá Nicole. Og sóknarna hjá Hjördísi. Vandræði hann hjá Stjörnunni. Góð vörn. Sóley hérna vel vakandi. Hjördís. Góð Fín vörn vörn. hérna hjá Nicole. Ásthildur. Setur inn blokkina. Rósa. Flott sókn hjá Erlu Rán.
Það virðist vera svona eins og að sé einhver titringur í báðum liðum. Já. Þessi hefði nú held ég verið úti, sko. En ætlar hann fór aðeins í hann. Það var að fyrirliði HK og Fríða Sigurðardóttir sem er í uppgjöf. Staðan 8-5 fyrir HK. Ágætis móttaka þarna. Erla Rannur á afturlínu. Setur á Laufeyju sem hann nær ekki að verja þennan nógu vel. Góður staður hjá Erlu Rán. Já. Það var það fyrirliði Stjörnunnar, Rósa. Fín móttaka. Elisabeth. Vá, þetta var flott. Sýndist mér fara á línuna þarna. Já. Strafko Demiröf er sammála mér í því. Hún er í afturlínum á þess að ekki stíga á 30 metra línuna þegar hún hoppar í smass. Það er Strafko Demiröf sem er aðaldómar þessum leik og Marino Þorsteinsson er á gólfinu. Ég var svo dáleitt að hvað þetta var fallegt hjá henni, ég sá enga línu. Æja, þarna fyrir hún ekki á línu. Þetta var ekki línan. Þetta er bara klárt stig þarna hjá Elisabeth Einarsdóttur. Má geta nefna það að hún er stigahæsti leikmaður í svona deildarinnar. ...297 stig, það er ekki amalegt það. 18 ára stelpa. Búin að eiga svakalega flott tímabil. Ja, ágætis tilraun, tókst ekki hjá Stjörnunni þarna. Ekki alveg hvað Dýrleif var að gera þarna. Þá var það Birta Björnsdóttir sem fer í uppgjöf. Ellefu 7 staðan. Hjördís hamrar þennan og Sóleyju sem nær honum og Hanna blokkar með gólf. Þetta hefði verið flott ef þetta hefði ratað réttum megin. Ágætis tilraun hjá Birtu. Þá er það Ásthildur Gunnarsdóttir sem fer í uppgjöf. Elisabeth tekur á móti og Hjördís. Fín blokk þarna. Laufey. Það er bara að blokka allt saman. Þetta Dýrleif hafi bara hreinlega blokkað systur sína þarna. Steinunn með ágætis móttöku. Passar í blokkinu út. Og Hjördís komin aftur í uppgjöfuna. Góð móttaka hjá Sóley. Erla, hún ser rétt út. Ágætis tilraun. Erla Rán er búin að vera erfið. Hvað var maður að segja? Þannig að það er erfitt að spila móti Erlu. Hún er svo hátt uppi. Já.
búin að eiga gríðarlega gott tímabil. Já, hún líka svolítið margir sentimetrar. Hún örugglega nær 1,90 heldur en 1,80. Já. Það ekki verra að vera háa skriflagi. Nei. Þetta Stjarnan leiklið. Hey, receivers, our feet are a little stuck right now. We're seeing a lot of short serves, except for this spin. Okay, and we're moving really unbalanced. I need to make sure you guys are taking a step in the right direction and then landing on 2 feet. Okay, I'm gonna pick on you real quick. That short serve that didn't even go over the net, we were already diving for it, right? We have much more time than we think to get our feet there and control that pass. Okay, here we go. Já, Michael Pelletier bara að segja þeim að vera kannski bara aðeins meira á tánum held ég. Aðeins að leggja þeim línurnar. Allt sitt á hreinu, góð ræða þarna hjá honum. Þessi fyrir upp. Laufey. Hjördís heldur áfram í uppgjöf. 16-9 staðan orðin. Og í Þessi verið í neti. Þá er það Dýrleif sem fer í uppgjöf. Dýrleif Hanna Seymundsdóttir og tekur Flottur Ás staður. Það er oft talað að reyna að koma boltanum í svona vafasvæði á milli leikmanna og henni tókst það bara fullkomlega þarna. Já. Svo beint á Elísabetu og Hanna. Góða miðjusókn þarna. Móttaka með Sóley. Nicole. Laufey setur hann bara í blokkinu út. Nicole hefði kannski átt að stýra þessum að skautur inn á völlinn. Hún hefði bara hlusta á ræðuna áðan hjá afturhendingaþjálfarnum þegar hann var að segja hvernig það er að vera í blokkinni. Já. Verið ekki svona æstari að hoppa sem hæðist. Ekki hérna hjá Hönnu. 19-11. Ég hann að segja alveg eins og ég bjóst nú kannski við að Stjarnan yrði aðeins öflugri, en það er kannski bara við fyrsta hrinnan, þetta er rétt að byrja. Eins og staðan er núna, það hefur Hauka á ansi miklu yfirbyrði. Á blaði þá er þetta nú svolítið eftir bókinni. Já. Þarna kemur alla og Hamrar þennan í gegnum blokkina. Það síðan í uppgjöf. góð uppgjöf. Og Elísabet hamrar þennan í gólfi. Virkilega flott. Það var svona gæsað og svo. Sannar þarna af hverju hún er stigahæst í deildinni. Já. Laufey Sigmundsdóttir í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Virðist vera eitthvað svona smá samskiptaleysi hjá Stjörnunni. Spurning hvort það sé bara stress. Það eru nú flesta búin að vera að spila þarna í allan vetur. Já. Nicole
Það þennan út. Þar Laufey að halda áfram að gefa upp á Nicole. Nei, Ásmundur fær þennan, skilar vel þarna. Alltaf nálægt netinu hjá Rósu. Steinun, Elisabeth. Setur á góðan stað þarna. 23-12. Stundur, fín móttaka. Nicole. Nei. Nicole ekki alveg verið að finna sig í þessum leik. En sem komið er. Þær sjá það líka og gefa bara beint á hana. Það fyrstur hreinu lokið, 25-12. 25-12 var það, já. HK einu skrifi nær að tryggja sér í úrslitaleik. Stjarnan vonandi að koma sterkar tilbaka en næstur hinu. Kíkja auglýsingar kannski. Nú mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís. Við viljum minna ykkur á sortuna sem ekki hér við meðsöguna sem fjárhættur fyrir U16 landsliðið stúlkna sem að leiðin Nambertur og U17 landsliðið stráka sem að leiðin Búlgaríu og leiðin líka minna ykkur á að það stendur þessi fótbolta bikar tökum átti frjálsaflöfra sem stendur styrkja landsliðið sérstaklega okkar. Við kíkjum kannski aðeins á leið þessara liða hingað í dag. Þá dróst HK á móti KA í 8. úrslitum og eftir spennandi fyrstur hinu þá tók HK 3-1, nei, það er einnig 3-0, 31-29, það er aldeilis 25-14 og 25-15 og Stjarnan mætti Þrótti Reykjavík í 8. úrslitum sem fór í hörku 5 hreinu leik sem endaði með 3-2 sigri Stjörnunnar. Þar var Erna Rán stiga hæst með 18 stig og í leik HK og KA voru það Elisabeth Einarsdóttir og Laufey Björk sem voru stiga hæstar með 16 stig hvor. Og þetta eru væntanlega þeir leikmenn sem við munum fylgjast með hérna í dag. Það munum skila einhverjum stigum. Býst ég við. En hvað heldur að Stjarnan þurfi hvað heldur að Michael Pelletier að segja við sína stelpur núna? Ég vona nú hann sé aðeins að skerpa á samskiptum hjá þeim að þetta virðist vera voða mikið að að fara annarkvort báðar í einn bolta eða tvær í einn bolta eða enginn í boltan. Já. Þannig að það er svona aðeins að skerpa bara samskiptarlega á því sem er í ganginu á vellinum. Já, en nú er fyrsta hérna búinn þannig að það er ekkert að skýla sér á bak við stress. Mér sýnist byrjunarliðin hjá báðum liðum vera bara nákvæmlega eins. Já. Sýnist mér líka. Það hafa breytingar orðið á báðum liðum aðalega þjálfaralega hjá Stjörnunni. Þau fengu til sín bandarískan þjálfara Michael Pelletier og með honum kom Rosalind Cummings sem að spilaði kant hjá þeim í
vetur þangað til að hún var fyrir því óhappi að sleit hún ekki hásinn, minnir mig. Jú, minnir það, hún fór til Bandaríkjanna í aðgerð og bara næstu 6 mánuði að jafna sig út frá því. Já, þannig að það var mikill missir fyrir stjörnustelpur og að samaskapi þá bætti HK við sig leikmönnum. Þannig að það eru Hjördís Eiríksdóttir og Birta Björnsdóttir sem komu tilbaka eftir nám erlendis og Hjördís spilaði nú áður með stjörnunni þannig að hún er að prófa eitthvað nýtt núna. Þetta tímabilið allavega. Við það sem maður er að sjá og líkar nú sennilega bara ágætlega. Já, maður skildi halda það. Er hérna að spila á móti sínu gamla félagi. Töfu á að byrja því þegar við leita henni bolta. Já, það er betra að vera með bolta í blakinu. Já, maður kemst lengra í leiknum. Já. Það átti að vera eftir lögum og reglum hérna. Nei, þetta snýst það að það eru of margir boltar. Það eiga bara að vera 3 boltar en allt í einu eru 4 hérna inna og dómarinn gengur hér á milli og athugar hvaða bolti er ekki keppnisbolti. Já. Sýnst það nú vera síðasti boltinn sem að umræðir. Ef við ekki bara fá þennan lána þannig hjá Marino. Það er ekkert gaman að fá ekki spila blak. Nei. Það væri alveg skemmtilegt að vera að spila, sko. En ég ætla að hætta að grenja yfir því. Já, nú sýnist fyrir leikurinn geta hafist og Strafko flautar hérna á uppgjöfuna hjá Rósu. Góð uppgjöf. Nálægt þarna hjá Elisabethu. Já. Hanna nær ekki að vinna þessu. Það er mjög nálægt netinu. Aftur byrjar Stjarnan á að fá fyrsta stigið. Já. Smá miskilningur á milli Hönnu og Birtu en þetta reddaðist og Erla Rán og Ásthildur ætlar að hamra þennan beint í gólfið. Það er á til að vera dálítið gráður þegar boltarnir koma svona. Virðast vera mjög auðveldir en þeir nefnilega oft klúðrast. Það er ekki jafn auðvelt og þetta sýnist. Nei, þetta er eitthvað sem ég þekki ekki af einn reynslu, sko. Nei. Ásthildur bæti fyrir þetta. Með smassi í blokkina út og fer síðan í uppgjöf. Laufey. Þessi var á leiðinni út held ég. Já, en Sóley fer aðeins í hann. Já. Svo er náttúrulega líka Emil þekkir leikmennina þarna hinum meginn ágætlega. Hann var þjálfaður áður en hann fór í HK. Já, já. Hann svona kannski nær að stýra blakinu svolítið eftir því. Ásthildur, Erla. Langt út þarna í Erlu. Þetta er þetta bara beint á Emil. Já, bara leiða hann verið með. Já, já. Góð uppgjöf, nálagt. Já, það ná ekki að vinna þessari móttöku. Nei. Þetta er svipað áðan. Uppgjöfin er bara of sterk fyrir annað liðið. Já. Fín móttaka. Dýrleif. Já. Og aftur skorur hann á systur sinni. Já.
Dýrleif fer síðan í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Fín móttaka hjá Steini. Þessi var úti. Þessi var á leiðinni út. Já. Stundin er ekki alveg að reikna þennan rétt. Þá er það Hanna María Friðriksdóttir í uppgjöf. Fín móttaka. Erla reddar þessu, nei, hann er hinni megin við andennuna, það viljum við ekki. Þetta eru ódýr mistök finnst mér hjá Stjörnunni núna. Já. Já, Erla kemur þessu úr stúkunni bara. Rósa, já. Fríða, Rósa, Nicole og Birta, Laufey, þessi er úti. Maður sér það svona pínu á leiknum að það er ætlað eiginlega allar í boltan og það verður svona pínu fátinn á vellinum. Já. Erla Rán Eiríksdóttir fer í uppgjöf. Hjördís, Birta, Elisabeth. Setur bara hana rétt fyrir framan Erlu Rán. Erla Rán kannski dálítið á hælunum. Þá gerir Michael skiptingu. Katrín Sara Ræs fer inn á. Erlu Rán Katrín Sara Ræs. Fín móttaka þarna. Og Heiðrún. Það er svo snemma þarna. Nicole. Þessi er úti. Já, Stjörnustelpur eru bara ekki alveg að ná að skila sóknum nægilega vel. Virðist vera svona smá einhvern veginn stress í leiknum þeirra. Já. Laufey kemur á afturlínu. Ásthildur. Hjördís ágætis vörn þarna. Laufey aftur. Fríða vel undir. Glæsilega gert hjá Birtu. Hún skorar. Laufey í uppgjöf 9-4 fyrir HK. Nicole. Afturlína. Þetta er dálítið löng afturlína þarna. Já. Það er að spila eiginlega á svona 6 metra í staðan fyrir 3 metra. Þá tekur hann leikhlé. Michael Pelletier tekur leikhlé Stjörnuna. Áhugavert að heyra hvað hann segir. Í stöðunni 4-10 fyrir HK. Hey guys, two things we gotta change. We're gonna set a high ball, it doesn't matter who it is, let's put it towards the net in front of our hitter. Okay, and hitter, we're all taking balls up here. This is giving us real bad spacing and real bad timing. We lose sight of it as well, so put it in front of us. Those real aggressive swings are great if we're here. Here, they're gonna be errors every time. Okay, so position your bodies according to that ball. Here we go. Já, hann var aðeinslega bara að tala um smassið, að fá uppspilið hátt og vel fyrir framann smassarann eða sóknarmanninn og að slá boltan fyrir framan sig, ekki fyrir aftan sig. Þá missir maður sjónar á boltanum og er ekki, já, þá er maður yfirleitt að fara að smassa hann út af bara. Já, hann vildi meina það. Það sé hvort þetta hafi eitthvað að segja. Já, hvort það fari eftir þessu. Fín móttaka þarna. Heiðrún.
þessar úti á Laufey. Ásmundur ætlar ekki að gera sömu mistökin tvisvar. Nei. Elisabeth laumar þessum yfir. Hún er búin að vera að lauma svolítið mikið núna. Já, góð sókn hérna hjá Ásmundu Gunnarsdóttur. Þá kemur Emil með tvöfalda skiptingu. Hálfbókir leikmannaliðs, út af þeir leikmann nr. 8, Birna Björnsdóttir, vinnandi leikmann nr. 6, Guðbjörg Valdimarsdóttir. Guðbjörg Valdimarsdóttir skiptir inn á fyrir Birtu. Og Laufey kemur út af fyrir Eddu Björk Ásgeirsdóttur. Það gera þetta þannig að nú eru þær með 3 smassara frammi og uppspilarinn í afturlínu. Já. Móttaka hjá Hjördísi. Elisabeth með frábært slag þarna. Það er enginn að fara að verja þetta. Gerir það allavega ekki svo auðveldlega. Elisabeth Einarsdóttir fer síðan í uppgjöf, 11-6 staðan. Einn uppgjöf, enginn vildi taka þennan. Sóli kannski auðvitað að vera aðeins ákveðnari með frelsinginn og á að taka þessa bolta. Myndi ég segja, hvað segir þú frelsinginn? Jú, ég er sammála þessu líka. Þær virðast vera að fara eftir þessu vinstri-hægri kerfi sem snýst svolítið út af þetta. Það eignar sér svæðið á milli. Já. Góð sókn þarna hjá Ásthildi. Þá er það Heiðrún Ómarsdóttir í uppgjöf fyrir Stjörnuna. Og móttaka Fríða. Já, vel varið. Var hann hjá Katrínu. Ásthildur, góð blokk, blokkir tekur hann. Og afturlína. Þessi er úti. Fríða Sigurðardóttir í uppgjöf. Kól. Ásthildur. Í vörð þarna. Hjördís. Er blokkur. Hjördís. 14-7. Góð uppgjöf hérna hjá Fríðu. Góð uppgjöf hérna hjá Fríðu. Rósa. Ásthildur. Elisabeth úr afturlínu. Það er ekki sammála mér þar. Nei. Flott afturlínu sókn hana. Þetta er nálagt. Fín barátta þarna hjá HK. Þá kemur Erla Rán Eiríksdóttir inn á fyrir Katrínu Söru til að hækka blokkina. Baka Erla Rán fyrir Katrínu. Rósa Dögg í uppgjöf fyrir lið Stjörnunnar.
Vantaði fyrirlið á öll HK. Já. Þessi úti. Þá skiptir Emil tilbaka. Laufey út af fyrir Birtu. Laufey út af fyrir Eddu. Sýnst það nú bara verið að gera 3 skiptingar hérna. Já, síðan kemur Það er bara allt liðið út af. Matthildur Einarsdóttir inn á fyrir Hjördísi Eiríksdóttir. Þetta er leikmann nummer 2, Hjördís Eiríksdóttir, og leikmann nummer 3, Matthildur Einarsdóttir. Og Elisabeth tekur vel á móti systur sinni. Matthildur er búin að vera rosaleg í vetur þá leiki sem hún hefur fengið að spila. Setur á sig hnélífarnar, betra ef þar uppi. Betra. Birta í uppgjöf. Já. Vel reddað þarna. Og Matthildur snær hennan í neti. Óvanalegt af henni. Já. Þó svo hann sé ung, þá er hún rosalega örugg, flottur leikmaður. Ásthildur í uppgjöf. Það sér á línunni sýnist mér, já. Góð uppgjöf hérna í Ásthildi. Móttaka. Matthildur, góða sókn þarna. Það fyrir Matthildur í uppgjöf. Hún er búin að eiga rosalegan uppgjöf vetur í vetur. Já. Flottar uppgjafir. Erfiðum stað oft. Já, já. Það breytist ekkert núna. Þetta verðist ekkert verið neitt flókið, en þetta er samt bara frekar flókið. Já. Þá skipta við frelsingja. Brynja María Ólafsdóttir kemur inn á fyrir Sóleyju. Matthildur. Já. Aldrei í hættu hjá henni. Aldrei, nei. 2 ásar. Hún er ekki búin að vera inn á lengi og komið með 3 stig. Já. Og, já. Hanna. Glæsilega sókn hérna. 21-10 staðan orðin. Já, ég held ég sé nú engu að ljúga þegar ég segja að hún Matthildur er yngsti leikmaðurinn í þessari keppni núna. Þetta er 2001. Þetta er engin aldur á þessum börnum. Nei, hún er ennþá í 10. bekk. Hvað, er þetta 4. ásinn í Matthildi? Þetta er 3. ásinn og svo fekk hún 1 stig í blokk út. Já. Og hann tekur leikli hérna hjá Stjörnunni, hann líst ekkert á þetta. Nei. Og það er stjarnan sem tekur leikni í stöðunni 10-22 inn í HK. Hey guys, every point for the rest of this set, we're going to think about how great rhythm we had this past week, how hard we worked, how many awesome plays we made, and what great timing we had as hitters. Okay, because we got to bring some of this stuff into our next set. It's got to start right now with this first pass. Let's get our feet there, let's put it nice and high, hitter get some good timing. Here we go. Já, ég er samanlega sem Michael segir hérna, stundum, þó það sé kannski erfitt að segja það, stundum verður maður bara að játa sig sigraða, klára hrinna en vera samt með stíganda, þannig að maður komi brjálaður inn í næstu hrinnu. Ekki tala. Hann er bara að nota sálfræðin núna, tók smá leikli og aðeins að laga hausinn á þeim. En þetta er allt hægt í þessu, þetta er ekkert búið. Laufey. Fín vörn hjá Brynju. Nicole, laumar, þessum. Já, hinum með við andennuna.
Matthildur heldur bara áfram í uppgjöf. Sýnist henni líða bara ágætlega þar. Já, já. Þetta fer yfir í gratis. Uss! Þetta var nú algjör óþarfi í allur án. Já, þar er við bara hjartanlega sammálaðir. Tutt og 4-10. Já. Og þessi fer ekki yfir. Nei. HK tekur Finnu 2-25-10. Matthildur er algjörlega að sanna það að hún á að vera hérna inn á vellinum fyrst mér. Já, algjörlega. Ég held að þetta verði ansi strempi fyrir Stjörnuna. Já, kannski koma þær dýruvitlausar núna. Já, en HK-stelpur eru í miklu stuði. Tökum okkur smá auglýsingar. Nú mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís. Þá er þriðja hrinan að hefjast. Stjarnan virðist hafa gert smá breytingar á sínu liði og Nicole fer út af og Kristín Sara Reis kemur inn á og Brynja María byrjar sem frelsingi. Já. Emil ætlar hins vegar bara að byrja með sitt upprunalega lið. Ekkert að breyta neitt til að byrja með. En ef við kíkjum kannski aðeins á söguna því að saga er svo skemmtileg þá hefur Stjarnan aldrei komist í úrslitaleik í bikarnum. Þannig að það væri skemmtilegt fyrir þær að komast þangað. Já, ég vil nú segja eins og þetta lítur ekki þannig út akkurat núna. Nei. En HK-stelpur, þær kunnund alveg. Þær hafa 5 sinnum orðið bikarmeistarar
Fyrst árið 2003 og síðast árið 2014. En við erum farin inn í þriðju hrynu. Og Stjarnan fær aftur fyrsta stigið í hrynunni. Fallegri blokk þarna. Já, Háka hafði ansi mikla yfirburði í fyrstu tveimur hrynum, sigruðu fyrstu hrynuna 25-12 og aðra hrynu 25-10. Ég sé hérna þegar að leikurinn er að fara af stað, það er búið að setja hana Erlur á miðjuna og komin inn nýr Díó líka, Ragnheiður. Já. Þannig að þær hafa gert töluverðar breytingar á liðinu sínu. Já. Kemur ljós hvort að það skil einhverju. Staðan 1-1 og Hjördís Eiríksdóttir í uppgjöf. Þín móttaka og Erla. Tekur fram gömlu miðjutaktina sína. Fylgni sóknarna. Ragnheiður Tryggvadóttir í uppgjöf. Fín móttaki á Steinunni. Það hefur átt að vera einhvers konar skotbolti. Já. Fín sóknarna. Elisabeth. Fín sóknarna. Og Katrín réð ekki við. Og Hanna María í uppgjöf. Góð uppgjöf, fín móttaka í Ásthildi. Ásthildi kemur sjálf. Já, Brynja tekur þetta upp og Ásthildi fær annað tækifæri. Og þá fer hún þennan út. Hjördís tekur einhvers konar Matrix. Já. Til að komast fram hjá þessu. Hann dæmir Stjörnunni boltann. Ég skil ekki. Já, allir það er einhver smá snertingarna kannski hjá Hjördísi. Ég tók bara ekki eftir því. Hann sér greinilega betur en við. Já. Fín móttaka. Elisabeth slær það netið og fleygir boltanum frá sér. Ekki sátt við þetta. Nei. 4-2 fyrir Stjörnuna. Við hefum ekki séð það áður. Misefni móttaka hjá Hjördísi. Laufey. Það er bara engin tilbúin. Nei. Laufey í uppgjöf. Birta tekur aftur sama leikinn áðan. Virkilega flott. Nú kemur öllum á óvörum alltaf þegar þetta gerist. Já. Ásthildur kemur í sókn. Steinir. Já. Nei. Mátti reyna þetta. Virkilega góð tilraun hjá Elisabethu. Já. Þeim 4 fyrir Stjörnuna. Fín móttaka hjá Steinunni. Já. Góð barátta þarna. Munaði engu að Elisabeth hefði náð þessum yfir. Og hún er brjáluð við sjálfa sig. Mikla kröfur sem hún setur á sig greinilega. Rósa Dögg í uppgjöf.
Þessi var inni. Ég held líka að vera út í sammála Hjördísi. Já. Þessi uppstilling virðist vera að virka ágætlega allavega núna fyrir Stjörnuna. Já. Og í netið. Elisabeth í uppgjöf. Fín móttaka. Gott uppspil hjá Rósu. Fín barátta hérna. Katrín slæði þennan út. Já. Og Ásthildur, nei, ekki dreif þetta yfir. Og Háka búin að jafna 7-7. Þessi úti, já. Brynja hefur heyrt í þér. Já. Góð uppgjöf hérna í Ásthildi. Fyrir á milli þarna Steinunar og Elisabethar. Ég held þær hefur bara báðar haldið að hann væri farið í netið, sko. Já, hann var rosa lár. Hjördís. Já. Góð á sókn hérna, þessi úti. Góð uppgjöf í Fríðu. Hanna blokkar þennan, en Katrín er undir honum. Birta og Elisabeth aftur línu. Rósa, Ásthildur. Góð barátta. Svo verður fyrir Brynju. Níu og Fríða í uppgjöf. Fína móttökur hjá Brynju núna. Og góð sókn þarna. Hjördís, laumar. Þær voru ekki alveg tilbúnar þessu laumu. Vörn er svolítið aftarlega þarna hjá Stjörnunni. Já. Svolítið opinn miðjan. Hjördís hefur séð það og hvað nýta sér það bara. Já. Rósa hendar í netinu þarna. Móttakan er of nálægt netinu. Rétt út þarna hjá Katrínu. Hann tekur nú leikli á Stjörnunni. Og það Stjarnan sem tekur leikinn í stöðunni í góðferðin Háka. Hey, listen up. Guys, our footwork, it needs to change. Okay, there's not enough time right now. We can't be hitting the ground for balls we could be walking to. And hitters, we gotta make better decisions. We can't jump and take a full swing on a ball like that. All right, put a smart shot over, be ready for it to come back on our side. All right, hey, this is the time, guys, right now, let's go. Já, hann talar aftur fótavinnuna og að taka skynsamlegar ákvarðanir. Já.
úti hjá Brynju. Þetta á 9. Bara þurfa Stjörnustelpur að fara að gera eitthvað. Ekki hleypa mjög langt frá sér. Ágætis móttaka. Ragnheiður. Hjördís. Hún bara setur á miðjuna. Nákvæmlega sama að gera það. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Nei. Svona held ég að vanta aðeins beittari sókn hjá Stjörnunni. Koma honum yfir. Góð móttaka. Fín sókn þarna. Tíu, 14. Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir fer í uppgjöf. Fín móttaka. Nei. Þetta er bara of auðvelt fyrir Háfjörðstelpur. Já. Þessi bolti var bara lengi á leiðinu og einhvern dátti að fara í hann. Nei, þær verðast vera svolítið fastar í stöðunum. Já. Það er ekki að... Fín móttaka þarna. Þarna kemur endar á. Samt bara á Erlu, hún er brjáluð. Já. Æja, það kemur þeim kannski eitthvað. Já. Katrín Sara ræs í uppgjöf. Þessi er rétt úti. Nei, nei. Hann dæmir hann inni. Dæmir hann inni. Ég er nú sammálað þegar, ég held að hann væri úti. Já, Strafko dæmir þetta. Það sýnir eitthvað brengla sjónarvörn í hann á svölunum. Það gæti verið. Eða við bara hálfblindar. Já, plús það. Erla Rán blokkar þennan í gólfið og 13-15. Þetta er að hæsta sem þær hafa komist í dag. Já. Stjarnan komin á smá skrið núna. Þetta að það haldist. Þetta viljum við fá spennuleik. Emil er farin að segja sínuliði að róa sig. Fín móta Fín uppgjöf uppgjöf. þarna. Laufey. Þetta er einhver vandræðastafur. Já. Milli 1 og 6. Það er 1 og 6 á miðjan. Og þá kemur Matthildur inn fyrir Hjördísi. Matthildur er svona eins og þeirra leynivopn í uppgjöfuna. Hún er sett inn og... Þeir eru alltaf farnar að reyna að koma honum hann á miðjuna bara. Já. Það virðist ganga. Það virðist ganga betur að pota boltanum heldur en að slá. Já. Já. Þetta var kannski ekki alveg það sem Erla Rán ætlaði að gera. Stig er stig. Já. Það er bara þannig. Ég held að það er takið um hvernig sem þau eru eftir núna. Já, algjörlega. Ragnheiður Tryggvadóttir í uppgjöf. Og næri stig þarna fyrir Stjörnuna. Það virðast nú alltaf halda ágætlega í þær. Já. Þessi fyrir ekki yfir. Nei.
Nicole hana inn á fyrir Ragnheiði Tryggvadóttur. Hanna í uppgjöf. Móttakan skilaði sér ekki á Rósu. 19-15 staðan orðin fyrir HK. Betri móttaka núna hjá Ásthildi. Það bara dæst á Erlu Rán. Já, bara að halda þeim núna. Sér inni. Laufey. Ásthildur blokkar þennan í gólfið. Það er ennþá kraftur í Stjörnustelpum, þær eru ekkert að hætta hérna. Nei. 17-19, það er ekki mikill munur. Nei, engin munur. Fín móttaka hjá Steinunni. Þessi er úti hjá Bultu. Aðeins og langt hana uppspilið. Erla Rán að gefa langar uppgjafir, finnst það aldrei riski. Hvernig maður sé að fara út hjá henni. Hann er búinn að segja að pressa og það er bara að halda í það. Já. Stjarnan er að jafna hérna. 19-19 og fagna þessu. Já. Eins og sé Elisabeth er ekki jafn sátt með þessa blokk hjá henni. Það er jafn gaman að blokka og það er leiðilegt að láta blokka sig. Fríða hamrar þennan í gólfið. 20-19. Nálagt. Rósa laumar þessum inn. Virkilega vel gert hjá Rósu. Ég held hún væri leiðin í netið. Já, sýnt það líka. Og hún fer svo beint í uppgjöf. Hún geti verið með hörku uppgjafir. Gaman að sjá hvað gerist. 20-20. Og móttaka og Fríða. Það eru kannski aðeins of innarlega á vellinu. Já, það áðan var það aftarlega og já. Hann hefur örugglega sagt að fara aðeins framar og ætli að sé ekki gullni miðalverðin hana. Það var það Elisabeth Einarsdóttir, uppgjöf. Stuttubolti, fín móttaka. Katrín. Já. 21-21. Það er allt annað að sjá til Stjörnuliðsins núna. Þá skipta bæði lið. Matthildur fyrir út af og Hjördís kemur aftur inn á. Emil er ekki búinn að taka eitt leik í þessari, eða svo leik bara. Hann skipti tilbaka hérna sem hjá Stjörnunni. Nicole kemur aftur út á og Ragnheiður inn á. Það er nálagt. Já. Þarna var einhver í netinu. Það var Hjördís. Já. Þetta er góður tími til að vera yfir fyrir Stjörnuna. Þær eru ekki alveg búin að gefast upp ennþá. Góð uppgjöf. Steinun lesir þetta ekki nógu vel. Og Elisabeth er aftur línu.
á Rósu. Brynja og Ragnheiður. Nær honum ekki við. Ekki nógu vel gert. Það komið spenna í leikmenn. Ég er bara að vera smá stressi hérna. Já, mér líka. Ríða í uppgjöf. Hún veit nákvæmlega Rósa, Ragnheiður, þetta er nálægt. Já. Leysir úr þessu. Birta og Hjördís. Hún er blokkuð. Birta og Hjördís út af. Stjarnan nær 23. stiginu. Stjarnan er sko komið með fleiri stig núna en samanlagt í báðum hinum liðunum. Það er að hafa heldur betur snúið eins og við. Já, það er greinlegt þessi skipting. Já. Það við skila sér. Dýrlega með stutt og uppgjöf sem að Steinun. Já. Nei. Sjaldan sem að sér þetta. En Erla klárar þetta. Er Stjarnan að fara að taka þessa hrinu eftir, ég ætla bara að segja það, Arfa slakar fyrstu 2 hrinur. Ég þori ekki að segja það, en ég held það. Það er gaman að fá fleiri hrinur hérna. Já, HK er líklega til allsamt. Já. Fyrir móttaka. Og Elisabeth. Beint í gólfið. 23-24. Birta í uppgjöf. Stutt uppgjöf, Ásthildur. Þetta fær Erla hamrar þennan í gólfið. Nýr fram auka hreinu. 25-23. Þetta er greinilega það sem þurfti. Aðeins að skipta upp hana. Algjörlega. Kíkjum á auglýsingar. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís.
Þá erum við að detta inn í 4. hrinu hérna í undanúrslitaleik Kjörís-bikarsins. Með uppstillinguna þá ætlar Stjarnan að nýtast við sama og í síðustu hrinu, annað væri skrítið. Já. Það er Dýrleif Hanna sem að byrjar með hörku uppgjöf. Fín móttaka á Steini, já. Ragnheiður, þessi er úti. Nei, inni. Nei, hann er dæmdur. Emil er brjálaður. Ég er nú sammálað heima, þetta var úti, en línuvörðurinn sér þetta sannlega betur. Þessi er inni. Fín móttaka. Já. Þessi, já. Steini tekur þetta. Birta, Hjördís, Ásthildur. Mikil barátta hérna í byrjun. Og svo þarna hjá Ragnheiði. Það er bara eins og einhverju hafi farið að gefa hann smá koffín eða eitthvað í Stjörnunni. 2-0. Einhver sprautu í rassinn allavega. Já. Já, Birta reynir þetta aftur. Og Elísabet er aftur línu. Þessi er úti. Stjarnan byrjar hérna 3-0. Já. Þetta er nú kannski ekki byrjunin sem Háma var að búast við, held ég. Nei, Stjörnustelpur eru heitar eftir síðustu hrinu. Hristur í meira. Svo sagði hann, þar hafa aldrei komist í úrslitaleik í bikarnum. Já, vel gert hjá Birtu. Rósa og Erla Rán. Þetta var skrítið slag. Já. Og Hjördís heldur áfram bara að negla á milli 1 og 6. Hún hleypur þarna inn í móttökuna. Og Laufey. Þetta er bara einhver svona samskipta. Móttökulína, nei, hérna, varnarlína er ekki alveg að gera sig. Og Birta í uppgjöf. Ragnheiður. Móttaka hjá henni. Erla Rán. Hún er blokkuð. 3 manna blokkan á mótinni. Já. Það er sennilega það sem að Emil hefur rætt í leikli, að það er að einbeita aðeins á hana. En hún á nú að geta hoppað yfir þær allar, held ég. Já. Fín móttaka. Katrín. Hún er blokkuð líka. Já. Þetta var skemmtilegt slag hérna hjá Erlu Rán. Og staðan 4-3. Katrín Sara í uppgjöf. Hún bara ásar. Já. Ég vona svo sannarlega að Stjarnan haldi þessum krafti bara. Þetta er skemmtilegt lag. Ég er alveg sammála því. Önnur góð uppgjöf. Laufey. Ásthildur. Rósa. Og Ragnheiður. Gefur hann langan aftur. Laufey. Katrín. Vel gert. Laufey. Já. Klárar þetta. Móttakan á vörninni búið
að vera svolítið aftarlega hjá henni, hjá Stjörnunni. Ég var gaman að sjá hvað Rósa að hlaupa mikið í þessum leik. Já. Hún örugglega, að hlaupa langmest af öllum hérna í þessum leik. Henda skrifa að mæla hana. Já, gera það næsta leik kannski. Sem fyrir neti og Hjördísi. Stjarnan þakka bara fyrir það. Fín móttaka. Leikana þá Leifur. Ég las þetta. Og Ásthildur. Já. Hann er hann í blokkinu út. Fílíkur kraftur í Stjörnunni núna. Það er allt önnur lið hérna. Já. Það ætla ekki að láta Háka komast þarna án fyrirhafnar. Nei. Já. Þannig held ég nú bara að Steini átti að gera betur. Nú Emil ekki búinn að taka neitt leikli og kann ekki taka leikli. Jæja, hann tekur leikli núna. Nei. Já, hann fær ekki þetta leikli. Þeir bara brjálast við dómarann. Elisabeth hætti bara við að taka leikli. Nei. Nei. Það er að gerast hér. Þeir tuða bara yfir stöngin, þeirra megin virðist ekki virka. Já. En hvað það? Háka fekk stíð, Hanna fer í uppgjöf. Og Emil hættir við leiklið sem að varðist svo mikið fyrir. Góðu uppgjöf þarna hjá Fín henni. móttaka hjá Ásthildi. Og Erla Rán með góða laumu og Hanna, új. Þetta er bara inni. Þetta var dálítið klaufalegt. Brynja var alveg viss að þetta væri úti. Já. Þetta eru dýrmætt stig. Góð móttaka. Og Erla í Einar. Já. Vel gert þarna. Uppspil hjá Rósu. Ég held að við getum alveg sammála það að Erla Rán á meira að vera miðjunni með við hennar leik í dag. Já. Nefndist þið sammálaður í því. Þetta er látt hana. Erla Rán og Ásthildur. Já. Stjörnustelpur leika á allsótti hérna. Mikilvægt að þeir haldi þessu. Elisabeth. Já, fín barátta hana en tókst ekki. Höfti sókn á Elisabetu. Erfitt þegar boltinn leitar út af vellinum að ná honum inn í gang aftur. Það er að þröngja gólfið. Hér fyrir það. Já. Þeir sitja bara í pásu. Og verða lítið að gera hjá þeim. Já. 16 ára landslið kvenna og 17 ára landslið kalla sjá hérna boltana á moppur í dag. Fjáröflum fyrir mót sem þau verði í páskana. Já. Hann ætlar að fara þessa leið, já. Hann gæti nú kannski tekið eitt stig fyrir Stjörnuna, við veitum ekki. Góð uppgjöf hérna hjá Leifu. Móttakan er búin að vera núna fín hjá Stjörnunni, það er bara að halda í það. Leið að móttakan koma þá er það að skila vel. Þessi fór ekki yfir. Nei, reynd ekki.
Þá er það fyrir Lind Rósa. Staðan 11-8 fyrir Stjörnuna. Új. Allir takist þetta aftur. Nei, þessi er bara úti. Það var að finna milliveginn, sko. Já, kannski prófar hann næst. Þá er það Elísabet Einarsdóttir. Fríða held ég að sé að eigna sér þessa blokk. Já, mér sýnist það. Það fer nú ekki fram hjá manni þegar Fríða. Fín móttaka. Já, þetta var touch. Það var gratis. Ásthildur. Katrín. Fríða, það er lágt ausspil á hana. Nær þessu bara í 6-1 þar sem að stjórnaboltanum bara þangað sem að 12-11. Góð móttaka. Já, fín vörn hérna Laufey. Hér fær þennan, Dýrleif. Hjördís. Já, Brynja var í honum en það byggði ekki til. 12-12. Stjarnan tekur leikhlé. Og það er Stjarnan sem tekur leikhlé í stöðunni 12-12 í 4. vinnu. Hey guys, this is what's happened. We've blocked so many times they want nothing to do with at the ball anymore. Okay, so we have to adjust. We have to pick these tips and roll shots up. Don't worry about the hard-driven balls anymore. Our block is taking care of that. All right? Zone 6, I need you low and active, ready to move in both directions. Everyone else, stay wide, ready to move forward. And let's pass nice and high. All right? Here we go. Ef að kíkja hvar Valli sé. Hvar er Valli? Við hefum átt að hafa eitthvað svona leik hérna. Hérna er Valli. Hann er Valli ekki í stuði? Hann virðist nú bara vera upptekinn í símanum. Elísabet í uppgjöf. Aftur er Rósa að hlaupa rosalega mikið. Rósa setur þennan yfir. Birta og Fríða fyrir aftan. Og HK er komið yfir í fyrsta skipti þessari leiklu. Já, það sem að Michael var að segja við þar í leikhléinu var að sexan fyrir að vera tilbúin í að fara bæði til vinstri og hægri og halda köntunum meira vífum. Já, það er svona svolítið eins og við hefum verið bara með leikhlé. Þessi er úti. Nei, hann er inni. Hann er inni. Já. Og þá gerir hann skiptingu. Stjarnan með skiptingu og það er leikmaður með 4. Finnadóttir. Og þetta kemur leikmaður með 5 Nikko og Hanna Jóhans. Mér finnst það lota aldrei við HK-liðið að þegar það er undir þá er það brjálæðari. Já, nei, þá festast það bara alltaf undir. En ef það eru yfir, þá er ekki séns að ná þeim, sko. Nei,
Mér finnst einmitt eins og þær verði svona reiðari og boltarnir eru fastari. Já. Það skulle bara vera sammála það að vera ósammála, ekki í fyrsta skipti. Nei, það hefur gerst. Ásthildur í uppgjöf. 13-14 fyrir Stjörn, nei, HK. Fín móttaka. Fríða með hörku Einar þarna. Beint á línuna. Og 15-13, hún fer beint í uppgjöf. Sjáum hvernig það tekur fyrir núna, ætlaði að verða Nicole. Mér finnst það líklega hún að koma kvöldinn. Nei, Ásthildur fær þennan. Og þessi, já. Það er nú sennilega verið út af. Já, góðu staður þarna við Hjördísinn. Ásthildur er tilbúin í þennan. Lauma hjá Nicole. Og þannig Dýrleif. Rósa og Ásthildur á afturlínu. Setur hann öruggan yfir. Og Hjördís hamrar þennan í blokkinu út. held ég að Stjarnan þurfa að spýta smá í að það er ætla að ná oddarhinu hérna. Fín móttaka. Þessi svolítið nálægt. Já. Það er búin að vinna á þessu. (17-13) fyrir HK. Stjörnustelpur þurfa að fara að losa stöðuna. Brynja með ágætis móttöku. Dýrleif laumar þessum. Anna tókst þetta hjá Birtu. Þriðja stigið sem hún fær í þessum leik held ég svona. Allavega það. Þær voru nú aðeins farðar á að lesa hana. Já. Gró nálagt. Hanna vel vakandi þarna. Já. Blokkar þetta niður. 19-13. Það fer að verða dálítið erfitt. Já. Brynja er að taka mjög vel á móti hjá Fríðu. Já. Nicole laumar þarna. Hjördís spilar upp á uppspilarann. Új. Slagt framskurðan í Ásthildi sem að Hjördís nýtti sér svo sannarlega. Hamraði hann í gólfið. Fríða. Bara þakkinni fyrir sko. Já. Fríða henni í uppgjöf. Þá er boltinn á Nicole. Þetta er varið. Já. Það er erfitt fyrir stjörnustelpur að skila sóknum þegar Erla Rán er ekki inn á. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Katrín laumar þessu. Glæsileg sókn hérna hjá Elísabetu. Fallegt. 22-13, þetta virðist nú vera svona að fjara út hjá Stjörnu. Já, það þarf alveg eitthvað mikið að gerast til að þær komist aftur í gang. Það er ekki hægt að setja neitt út á móttökunni eins og er. Nei. Þetta er meira að skila boltanum í gólfið. Új. Það er svolítið eins og HK 7-10 á móti þeim 6 sko. Það er ná að kofra einhvern veginn. Fríðu heldur bara áfram uppgjöf, hún er búin að vera ansi lengi í uppgjöfinni. Brynja spilar upp á Nicole sem að setur hann í netið.
13. Þá vantar HK stelpum 1 stig. Þær gera svona bara tilbúin með til að fagna þessu þessum rúta. Já. Og HK eru komnar áfram. Það þá ljóst að það verður HK sem mætir Aftureldingu í úrslitaleik Kjörís-bikarsins í Blaki á sunnudaginn klukkan 4. En þið farið vonandi ekki langt því að hér að Vörmuspori hefst undanúrslitaleikur karla, Stjarnan HK og síðan eigum við einn leik eftir síðar í kvöld sem hefst klukkan 8 þegar Afturelding mætir nýliðunum í vestra. Það athyglisvert að sjá það lið spila. En ég ætla að kíkja út á gólf. HK Stjarnan sömuleiðis í kvennaflokki en það tími að skemmta sér aðeins í sjokkuna, lyfta sig og koma svo tilbaka.